með mér. Já. Og hvað spurning hvort við förum út hurð eða út hurð? Við tökum bara ganginn. Mér ekki sjá högg á vatni. Bíllinn að vera fullur. Þetta er alltaf mikið af þessu dóti. Þessi getur farið upp á rauðu ef við höfum hvítt á milli. Ok. Já, ég var skoðað að það er ekki. Nei, hún svolítið utan, það er rétt. Já, við setjum einhvers konar tjull á milli. Já. Já, ég er búin að vera 1 ár að vinna fyrir þessa sýningu. Ég byrjaði bara daginn eftir að Ólöf og Markús höfðu samband í september á síðasta ári. Og ég hef bara ekki stoppað síðan. Ég byrjaði bara strax og þetta hefur verið mjög skemmtilegt. Bara alveg óskaplega gaman og jákvætt fyrir mig sem listamann að fá bara þetta pepp og stuðning. Af því að það var strax lagt upp með að það yrði mikið af nýjum verkum og nýlegum, þannig að og ég á nóg af því. Og að því ég vann vel þetta ár, það eru það bil 30 ný verk á sýningunni sem ég gerði í ár, bæði stór og smá, sem nú bara nokkuð gott. Og ég hef unnið allar helgar, alla daga og bara skroppið einstaka sinni til útlanda til að fá mér smá frí. Og þetta finnst mér eiginlega ekki, en þessi hér, svona. Þetta er hver? Þessi. Já, ég man þetta þessari. Erum við ekki hrifin? Jú, við erum mjög hrifin. Svo ekki hérna. Stundum ég spurn að því hvað gerist svo? Hvað ætlar að gera þegar þú ert búin með þessa sýningu? Þú ert búin að vinna svo mikið og vera svo frjáls og gera það sem þú vilt. Og ég veit eiginlega ekki hver ég á að svara þessu því ég held þetta bara áfram. Sko, það er nefnilega þegar maður fer inn á vinnustofuna og er mjög stemmdur fyrir vinnun og komin vel af stað og finnur að maður er í svona flæði með það sem að maður er að raunverulega gera og vill gera, þá er ég ekki að hugsa endilega að þetta sé fyrir einhverja yfirlitssýningu eða einhverja sýningu. Heldur ég bara vinn. Ég bara vinn og gera það sem þarf að gera. Bara gera það sem ég vil gera og þarf að gera. En svona fyrir fólk sem þekki kannski ekki mikið til það sem ég geri eða veit ekki alveg hvernig það á að fóta sig í öllu þessu möguleikum sem verk mér bjóða upp á því að ég vinn á margvíslegan hátt. Þá myndi ég segja að það væri eiginlega auðveldast að átta sig á því að ég vinn með svona 4 aðalflokka. Ég er alltaf að vinna á tvívíðum fleti sem er svona klassískt upplag, það er bara blað eða málverk eða það er bara tvívíðu flötur. Og ég vinn þá með teikningu, olíumálverk, eggtemperu og blaðgull og svo saumamyndir. Teikningarnar hafa fylgt mér lengst. Ég teikna bara alveg frá því ég man eftir mér og það er bara eins og að draga andan. Ég legg mjög mikla áherslu á að teikna. Það eru 2 konar teikningarnar, bæði skissa ég bara upp úr mér og fer bara eftir tilfinningu og vinn hratt og mikið og ekki endilega hugsa og stýra vinnunni neitt. Og svo hins vegar í teikningunni teikna eftir lifandi fyrirmynd eða módel. Og það hef ég gert alveg frá því ég var bara táningur og barn, 11 ára. Fyrir mér að teikna eftir lifandi fyrirmynd er í rauninni að stinga sér bara í samband við hvað það er að vera manneskja. Af því að þetta snýst ekki endilega þá mig og hvernig ég er, heldur hvað það er að vera manneskja og hvernig þú túlkar það. Öll saga mannsins og alla tilfinningar rúmast bara í mannslíkamanum.
Þannig að það skiptir auðvitað ekki máli að skila alltaf einhverju anatómíu, þú verður að þekkja hana, en svo býr hún bara baki þess sem að þú ert að koma á framfæri. Þetta er bara ljóðið mannin. Síðan olíumálverki, það hefur komið svolítið og farið, ég fæ mér svolítið pásur frá þessu öllu, ég fer svona úr einum miðli yfir í annan og þegar ég olíunni þá er svo mikið sem gengur á og verkin verða oft stór eða það er bara, tæknin er svo yfirþyrmandi einhvern veginn plássfrek að það er kannski svona 6-8 mánuðir sem fara þá bara alveg í það. Þá mála ég bara hérna í stúdíónu og er gjarnan með nokkur verk í einu en aðalega samt eitt sem tekur yfir. Og ég vinn bæði hlutbundið og óhlutbundið eða fígúratíft og abstrakt ef fólk átt að segja því betur. Hinn síðustu misseri hef ég verið meiri í abstraksjón og svona óhlutbundnu og læt verkin bara svolítið fæðast á staðnum. Í rauninni kom áhuginn fyrir því að losa mig úr fígúratífu málverki sem ég hef verið kannski þekkt fyrir, sérstaklega fyrst á ferlinum, fyrstu árin. Það kom bara í kjölfar þess að ég vildi bara breyta til. Ég er alltaf að breyta til. Og hérna, eins og sonur minn sagði, ekki komið nóg að þessum kettlingum. Nei. Þannig að ég ákvað bara að fara út í það að sleppa línunni, sleppa sögunni í verkinu og byggja verkið upp á því sem ég þætti ljótt í málverki. Ekki góðir litir, ekki skemmtileg form og eitthvað svona. Og þetta var alveg óskaplega losandi og losaði höft og hugmyndir hvernig átt að vinna málverk. Hvað er fallegt, rétta litasamsetningar, komposisjón og allt þetta sem er búið að fylgja manni áratugum saman. Þannig að ég var mjög hrifin af því að vinna þessi svokölluðu ljótu málverka því þau gáfu svo mikið frelsi og urðu auðvitað aldrei ljót. Því þau eru bara sönn í eðli sínu sem tilraunir sem gengu annarkvort upp eða ekki. Þannig að það hefur svolítið fylgt mér að losa mig úr þessu fígúrasjóninni sem var og það hefur færst yfir í sauminn. Þannig að ég er líka farin að sauma svona óhlutbundin verk þar sem að formin og línan er það sem verkið fjallar bara ákveðnir kraftar sem mætast. Nýjustu verkin til dæmis á þessari sýningu eru unnin með olíu og striga og það eru gríðar stór verk gerð á svona striga á blindrömmum sem ég lét sérsmíða fyrir mig þegar ég var að gera þessi fallegu verk. Altaristöflur og þú veist með svona bogadreið og svona spiritual einhvern veginn, með spiritual ívafi en ég ákvað bara að nota ekki þessa stóru striga. Ég var bara búin að fá svolítið nóg en ég átti svolítið lager af þessari frábæru sérsmíði, bæði blindram og hvernig stríin er strekktur á. Og ég er búin að geyma þetta í 20 ár. Hér inn á vinnustofunni, þetta er svo stórt, þannig að núna hugsa ég bara nú blanda þessu öllu saman. Tek þessa gömlu fallegu umgjörð og beygja hana undir frelsi sem að ég tel mig vera komna með að nota allt sem ég á í farteskina, alla mína reynslu og í myndlistinu sem manneskja, þannig ég er ekki hrædd við þetta. Ég hugsa ekki að þetta mun ekki mistakast eða ekki, ég bara gera þetta. Það bara gera þetta. Þannig að ég er mjög ánægð með útkomuna að hafa verið svona nýtin á forðan, hinn listræna forða að nota þessa striga og síðan mála þessi stóru verk sem eru svona tilraunakennd í eðli sínu þessa krafta og svo sturta alveg kíló og glimmer og allt saman sem er náttúrulega skandall því þá helst ekki að nota glimmer í myndlist. Eða mér hefur verið uppálagt það í minni skólagöngu og bara ég heyri þetta stöðugt, bara nota lítið, passaði á því, nota lítið og þetta er svo stelpulegt og kids og þannig ég hugsaði með mér, ég þarf að nota þetta alltaf mikið af því og sjá hvernig það virkar bara fyrir mig og mér finnst það alveg svakalega gaman. Það er svo gaman en það verður líka alveg rosalega sterkt af því að glimmeri gefur svona mikla gleði og svo hættir svo gleði að virka og verður eitthvað annað. Til dæmis, það verður eitthvað endurskinn í glimmerinu sem er mjög aðlaðandi og það að þetta sé svona stelpuorka sem má ekki helst. Það er mjög skemmtilegt að vinna með það. Síðan er það sem maður sér betur eftir á að maður er ofta að vinna með
það sem raunverulega að gerast í kringum hann í umhverfinu og það sem á eftir að koma. Ég held að allir listamenn séu með eitthvað svona innra loftnet, innsæi og ég hefði ekki málað þessi verk á þennan hátt fyrir svona 3 árum síðan að því heimsmyndin var allt önnur. En nú búum við aðra heimsmynd í dag en við gerðum fyrir 2 árum, svo sannarlega. Og ég held að glimmeri sé líka bara svona eins og brotinn spegill eða brotið gler, þar sem það eitthvað tvístur en það líka einhverjir nýjir kraftar og einhverjir nýjir möguleikar í því. Ég held að við séum á þessum svona krossgötum. Við vitum ekki hvað verður en við upplifum öll að það alltaf breytast. Og það þetta sem mætir því sem ég að segja, maður vinnur í rauninni ekkert sérstaklega fyrir einhverja sýningarinnar vegnar. Heldur bara ákveðum maður að ok, ég fæ þetta tækifæri að geta gert mikið og stórt og það þetta sem býr innra með mér að ég vilji koma á framfæri og ég veit ekki alveg hvað ég verð bara að prófa það, gera það og þetta útkoman. Svona eins og koma úr andlitshreinsun, maður bara flettir svona af. Síðan vann ég náttúrulega í blaðgullinu líka og eins og þetta hérna þar sem ég set 24 karata blaðgull á gifs á tré. Þetta gamla miðalda aðferðin að gera helgimyndir sem ég hef gert í marga áratugi. Nú hef ég fengið aðstoðarmannesku sem leggur gulli því maður kemst ekki yfir allt sem maður ætlar að gera en maður veit nákvæmlega hvað maður vill og þekkir tæknina þannig að ég sá fyrir mér að þetta gæti virkað sem svona 2 hnettir og þeir voru nú bara að koma til mín í morgun þannig að ég allsælega geta komið þeim inn á sýninguna því hún alveg að fara að bresta á. Og hér finnst mér ég líka vera bara að leysa upp formið sem að vissulega eitt af strangasta sem ég hef kynnst í myndlist, það að vinna með blaðgull og á gifs eða gessóið. Eggtemperan bara litaduft og eggjarauða blandað með vatni og þú málar það og dregur það ekkert mikið tilbaka þannig að þú ert ekki að færa gullin eitt til. Þetta allt svona ákveðið fyrirfram. Algjör andstæða málverksins sem fæðist nú bara svolítið á gólfinu. Hvað þá skissurnar og teikningarnar. Og það henda mér mjög vel að vinna með svona andstæður en hér finnst mér ég vera líka að leysa þetta upp. Að losa formin í sundur þannig að tæknivinnslan og aðferðin orðin hluti með skýrari hætti af myndinni sjálfri. Og þetta aftur þessi kraftar sem ég var að minnast á áðan sem bara eru að mætast í verkinu alveg eins og í olíunni. Og svo það í saumnum líka. Það svona þessar sprengingar, svona orkusprengingar í forminu. Þá mála ég bara með þræðinum í rauninni. Leggan bara eins og lit. Og það síðasta sem ég myndi gera væri að vita hvað eitthvað spor heitir. Ég get ekki hugsað mér að vanda mig of þannig að vandvirknin fara að verða að skipta öllu máli. Af því að konurnar vilja alltaf sjá aftan á hvernig þeir gengi frá þessu. Og það akkúrat þetta sem getur verið alveg frábært og allt það. En þetta líka setur svolítið stoppara á hömluleysið hjá konum kannski, eða þeim sem vanda sig svona mikið og ekki síst ég sjálf í gegnum tíðina að fullkomnunaráróttan algjör killer og það bara leyfir svo að hanga og gera þetta einhvern veginn og brjóta reglur og bara vaða áfram og bara gera þetta og ég geri það þó ég hafi unun af vandvirkni og fagmennsku og svona fáun þá gaman að blanda þið saman.